Komið þið sæl og verið velkomin í podcast átt 123. Þetta Liverpool komið í stuð undir stjórn Jürgen Klopp. Það eru 3 leikir síðan við tókum síðast. Allt sigurleikir og með mér á línunni til að fara yfir þetta eru Steini, sælir. Sælir. Og Maggi, þú ert líka mættur. Já. Maggi, byrjum við á byrjum nú bara á, það er svo mikið stemming í kringum okkar menn eftir síðustu vikur, það er ekki ágætt að koma inn á koppferðina hjá okkur. Þú ert nú búin að vera svona með á herðinu svolítinn tíma. Já, bara ánægilegt að byrja á því. Það bara gengur vel að selja. Þú ert búin að lækka pundið, þannig að við erum búin að fá skárri díl. Allt að gerast í þessu lífinu. Já, það bara gengur vel að selja. Ég veit að ég erum á því, það er að bæta stöðut við og ennþá svo eitthvað eftir að sætum, en þetta verður mjög skemmtilegt og við erum bara komin á fullt að undirbúa Við fljúgum til Birmingham, er það nokkuð hættulegt? Hvað sýnum? Við fljúgum til Birmingham, er það nokkuð hættulegt? Nei, mér skilst ekki, við reyndar ég og þú erum að drukla það, við upplega ímislegt í rútum, en ekki Birmingham þá, en mér skilst það á Steina. Þetta er ekki Londonferð. Þetta er ekki Londonferð, þetta sé mjög bara passlega langt frá og skemmtilegu flugvöllur. Og við náttúrulega ég veit að Steini er búin að vera að hamast í því að tala við Anfield varðandi í skoðunarferðinu sem við ætlum í og ég er búin að vera að heyra þarna í þessum göllum sem hafa verið að bjóða okkur upp á þessi samtöl við legendin, þannig að þetta er bara allt í fullri vinnslu og þú verslunarmaðurinn varst búin að græða upp með hann Black Friday, þannig að þú þátt að kosta búðir, þannig að þú kost með það alltaf sjálfsögðu á okkur öllum. Strákar, það er eitt krítisku punktur við Birmingham. Nú? Mjög jákvæður. Við komum ekki nálægt Manchester. Já, hárið. Vissulega gott. Herðu, við gerum podcast á leiðinni, gerum eitthvað grín í rútunni og það er bara skoðunarferð strax Steini, eða ekki? Þú ert búin að tala við Chelsea vinkonuna og fleiri á Anfield. Jú, það er bara allt klart. Það er bara strax á föstudeginum skoðunarferð og þá fá að sjá þessa nýju flottu stúku. Ég hef sjaldan verið jafn spenntur og samt veit ég ekki ennþá hvort að ég sé að fara eða ekki. En það er ógeðslega tilhlökkun held ég í mjög mörgum Liverpoolmönnum að sjá nýju stúkun og þetta gríðarlega mannverki. Maður er búin að sjá þetta í smíðum í ekki neitt rosalega langan tíma en samt svolítinn tíma á. Þetta er magna mannverki og þetta er eiginlega bara stærra heldur en menn gera sér grein fyrir bæði í stærð og líka í bara þessari sögu klúbbsins að því að það var búið að sparka þessu út á borðinu að þetta væri bara mögulegt að vera áfram á gamla góða Anfield og færa hann á einhvern hátt inn í nútíman og það hefur vist tekist þarna bara á stórbrotin hátt og ég get bara ekki beðið eftir að sjá þetta. Sammála því ég heyrði einum félagavini sem var þarna á Leicester-leiknum og hann sagði bara eins og Kristjánsson sem var búinn að lýsa að þetta væri það sem maður reiknar alltaf með vellinum, mér skilst að það sé ekki síður vel heppnað þetta aðgengi þarna fyrir utan og Hillsborough-torgið. Nei, það er nefnilega ekkert minni partur af framkvæmduna, það er búið að taka þetta í gegn fyrir utan sem hann heldur betur komin tíma og það verið í gangi. Herru, þetta verður bara mjög spennandi. Við setjum bara vonandi það verður langt skemmtilegast að ná að bara fylla ferðin alveg, þannig við værum með alveg massívan hópin, ég veit að það er fullt af flottu fólki komið og ég veit að einhverjir ætla sér að gera þau mistök að fara á Manchester United West Ham á sunnudeginum, það var einhverjir sem komið í það, en það alltaf er stutt að stökkva þar yfir ef einhverjir vilja á því að horfa á lélega fótboltaveik og í Manchester, þá er það einfalt mál að grípa og þessi þú takir Manchester vinnin með og farir á bæði. Algjörlega, þetta er stóra flott held ég að allan hátt, þannig ég held að þetta getur bara massíferð nú bara ferðin að fara í hana. En það er alltaf skiptir engu máli, það er jafn skemmtilegast en það er alltaf skemmtilegast hjá okkur þremur, eða hvað. Þannig að bara eins og segja, þetta er allt bara á góðu rönni og bara hlakka mikið til. Ljómandi, talandi gott rönn Steini. Ég heldur tökum bara þessa Leicester og Chelsea leiki svolítið saman. Þetta er bara framhald og rauninni búið að gefa svolítið í, finnst mér, með byrjun á tímabilinu. Liverpool er búin að byrja flott, þetta er ekki bara úrslitin sem hafa verið ásættanleg, heldur spilamennskan það sem svona gerir svolítið gæfumuninn og við erum allir töluvert hressari núna heldur en bara til dæmis fyrir fyrsta leik á tímabilinu.
það ekki bara rétt metið? Ég meina, Kristján Atli spáði til dæmis 4-1 í uppbytun fyrir Leicester-leikinn. Ég var nú að gefa honum kredit fyrir það. Þetta virkaði ágætlega bjartsýn spá svona í byrjun, en hérna. Það var nú eftir að við vorum bara húðskaman í podcasti. Ég er endar að velta fyrir mig hvort hann hafi uppfært færsluna eftir á, sko. Við tókum hann í gegnum síðasta podcasti, en sko, það er auðvelt að vera vitur eftir og allt það, en sko, það fór alveg rosaleg hysteri í gang eftir hennar Burnley-leik, sko. Við vorum búin að vera að spila á mörgum köflum mjög vel, síðan kemur þetta og sem ég finn meila bara slys í þessum Burnley-leik. Við erum bara heilt yfir búin að vera að spila náttúrulega frábærlega og hann er bara fyrst og fremst bara stór slys, 80% með boltan og ekkert í honum og sko þetta er Við því að tapa leik, sko, með Já, ég segi það, þetta er bara stórslit. Ef við höfum spilað hennar leik, við höfum unnið hann í 9 af hverjum 10 skiptum og við lentum á þessu eina skipti þarna. Það sem það bara hlutinni gengur bara einfaldlega ekki upp og alltaf fara að panika út af svoleiðis slysi, það er bara, finnst mér ekki búið og sem betur fyrr. Og þá er annað mentalitet í leikmönnum og þjálfurum þessar liðs heldur en okkur stuðningsmönnum oft á tíðum að því að maður sá það bara strax, menn ætluðu bara ekkert að fara að láta þetta á sig fá. Núna erum við búin að eiga 2 virkilega flotta og stóra sigra í deildinni. Þessi spilamennska er bara ákveðið statement inn í allt tímabilið hjá okkar mönnum. Þetta er miklu ferskar heldur en við þorðum að ónærinu þó við vorum alveg með væntingar til sóknarlínunnar. Algjörlega og sko það sem í rauninni kemur mér mest á óvart í rauninni sóknin er náttúrulega aðeins betri heldur en bjóst við en maður var samt með væntingar í þess átt. Ég bara viðurkenni það fúslega, ég var með væntingar í þess átt. En það sem mér hefur fundist vera að gerast núna undanfarið er að þarna er að stíga upp menn eins og Matip og Lovren. Ég lenti nú í því leiðindar atveiki að þurfa að fara á hennan leik á Stamford Bridge og vera þarna á meðal stuðningsmanna Liverpool. Það virkaði rosalega til okkur. Það var engin. Já, það var engin stemming. Þau hefði getað sungið eins og eitt lag eða eitthvað á leiknum. Já, nákvæmlega. Ég er ennþá með sko hellu fyrir eyrunum eftir þennan leik og ég heyri stundum, ég fór með konuna í fyrsta skipti með mér á útileik á Englandi og hún syngur ennþá upp í svefni. Manni. En þetta var algjörlega gerðarslegt og það er bara svo gaman og það sem ég tók mest eftir var hann Matip félag okkar. Mikið lifandi skelfingar ósköp held ég að það sé góð kaup. Hann er ljótt að fara að líkjunum við eitthvað en sko ég fékk oft svona einhverja hippía tilfinningu yfir honum nema hvað hann er með meiri svona fínhreyfingar heldur en hippía var með. En það var svona ákveðin styrkur og hvernig hann var að ýta svona nett í kosta í leiknum og hann bara náði einhvern veginn yfirhöndinu við hann strax hann í fyrirhálfleik. Það er rosalega gaman að sjá þennan leikið mitt. Hann á móti Kosta sérstaklega miðað við það sem vorum að horfa hjá Skörtel bara alltaf í þeim viðregnum. Þetta var ekki júdóbardagi í hver skipti sem þeir bettu til tegnum. Nei, þetta var bara yfirvegun. Það var bara hver hreyfing lá við hugsuð. Hann vissi bara hvað hann ætlaði að gera. Hann vissi hvernig hann ætlaði að nikka boltanum aðeins áfram og hann vissi hvernig hann ætlaði að hlaupa inn í framfyrir hann. Þannig að sko ég var eiginlega bara dolfallinn í fyrirhálfleik þrátt fyrir að vera boltinn væri minnst mín megin eða okkar megin, hann fór eiginlega alveg fram á allar hann ekki hinna en alltaf þegar boltinn kom yfir þá var verið að dúndra fram á Kosta og þetta dílaði við bara allt bara eins og að drekka vatn. Það var svo frábært að horfa á þessu yfirvögun. Þannig að ég er alveg bara ég vissi ekkert um hennar leikmann og talaði reyndar það enn og aftur í síðasta podcasti að við getum ekki alltaf verið að horfa á þessu verðmið að hvað er búið að eyða í leikmenn og hvað þeir kosta af því að þessi leikmaður kostaði ekkert í transferfí en allavega líst mér
gríðarlega vel að það sem að ég hef séð hingað til, sko. Já, ég heldur þetta að leikmaður með þessa reynslu bæði meistaradeild og þýsku úrvalsdeildinni að hann sé nú alveg, þetta sé nú í kringum sama vermið allavega og Lovren og Sakko að minnstakosti, sko, þannig að við séum ekki að horfa í það, en þetta er rétt ári, ég sko var kannski aðeins svo fljótur að dæma þetta, en bara svo langt síðan við höfum átt stöðugan miðvörð sem ekki meiddur allavega í 3. tímabilinu eða meira, sko, við erum ekkert langt frá því ef að Lovren heldur áfram að spila eins og hann búin að vera að gera bara alveg síðan að Klopp tók við og Matip að koma svona sterkur inn í þetta, þá erum við að ég held konum með besta miðvarðarpar sem við höfum haft á þessum áratug, ekki að það sé eitthvað rosaleg. Nei, sko, nota benni að Lovren, það var líka, sko, þeir eru það ólíkir og Lovren fer þetta svolítið áfram á kraftinum og grettinu á meðan hinn er meira svona, þetta svona myndi maður ná þessa tíma þegar þeir voru þarna saman, þeir bræður Hippi og Hensos, það sem að annar var svona stór og yfirvegaður, hugsandi, var ekkert að drepast úr hraða og hinn svona henti sér nánast bara fyrir valtar ef að fara bara undir. Þetta er ekkert ósvipað kombóni og bara, ég veist að vera svona, það er náttúrulega erfitt að segja uppgreitt á þessum tímapunkti eftir svona fáa leiki, en mér líst ógeðslega vel á þetta par. Það er ekkert erfitt að tala uppgreitt á þessum tímapunkti á Matip og Martin Skörtul, það er ekki nokkur. Nei, ég er að tala uppgreitt frá Hippi og Hensos. Hippi, já, en þetta er alltaf múnandi. Ég er að miða þess að tvo við þá, þeir séu svolítið svona svipaða týpur. Þá erum við flottum mál með við erum komnir á svoleiðis samanburð, sko, Matip virkar einmitt þannig í loftinu og hann er líka hörku öflugur, sko, hinnum tegnum, hann sér það líka að Liverpool ekki reyndar að hann hafi gert það, en við erum farnir að skora mörk úr föstu leikadrunum á síðustu 2 leikjum sem er nú ansi jákvæð þróun og við höfum verið ágætlega samfærandi að verjast föstu leikadrunum þó að sé ennþá náttúrulega skapist alltaf að hætta, en það er ekki jafn. Tímabilið er ungt, en þetta andlát okkar eftir Burnley-leikinn var verulega primatúr. Já, svo líka getum við alveg haft í huga í þeim leika. Fyrsta lagi var það liðið ekki kannski búið að slípa sér svakalega vel saman og það vantaði nú til dæmis Matip og Mane í hópinn í þeim leik. Þannig að ég, við vonandi er það slys, við kannski komum betur en á Hull-leikinn undir lok þáttarins. Annað Steini sem ég var áhugavert að heyra og reynda þar Maggi nú komið með sinn punktinn á það líka. Ég sagði í leikskýrslunni eftir held ég Chelsea-leikinum þetta, ég ætlaði að fá með sokkapar með Milner á og ég ætlaði að bóla annan sokkin og Kristján ég ætlaði að tróða hann upp í hann. Hvernig er það að horfa á hann í vellinu? Hann líklega hefur nú verið þarna í horninni hjá þér öðrum hálfleiknum og mér fannst þetta bara, hann er búinn að spila það vel þessa 2 leiki og reyna síðan að koma inn í vinstri bakvörðinn, hann var ekki góður mútið Burnley sem frekar annar, en ég bara hef ekki lengur áhyggjur af þessari stöðu með hvernig hann spila. Ég finn nú að hljóma eins og Billy Plata enn og aftur og þá podcastið síðasta, þá var ég mjög hrifinn af þessari lendingu og var alveg sannfærður að hann myndi pluma sig, og það er ekkert sem er að minnka þá trú mína. Ég meina, hann er skynsamur leikmaður, hann er góður varnarlega, hann er með mikla hlaupagetu. Ég hafði að gera hraðanum í varnarlega sérstaklega og hann er búinn að lenda á móti ansi erfiðum liðum núna. Hann er bara búinn að fá stærstu challenge strax, þannig að hann bara lúkka vel hann og þetta snýst alltaf um það þegar við vorum að tala um að það vantaði vinstri bak og ég held að allir hafi verið sammála það að kaupa á virkilega öflugum vinstri bakverði hefði verið virkilega mikilvægt fyrir liðið, en ég er líka ánægður með að Klopp skuli ákveða það, ég ætla bara að nota James Milner og Moreno í vetur að því að hann er kannski kominn niður í 3., 4., 5. kost af þeim vinstri bakverðum sem hann vildi fá. Sjáðu bara Chelsea. Þeir eru að kaupa vinstri bakverð sem er allan að samkvæmt fréttum þeirra 3., 4., 5. kostur, þessi Marcos Alonso sem að spilaði með Bolton hérna fyrir ekki löngu síðan. Þeir eru að kaupa hann á 23 milljónum punda.
Þeir eru ekki að fá Hector eða Rodríguez eða hvað þeir heita allir sem þið voru búin að vera á eftir. Sýningar margarinn skakkur sko, líka. Já, en einhvað síður, og við erum líka oft að tala að við erum að ofborga fyrir ekki nægileg gæði og eigum síðan erfitt með að losa okkur við og aftur. Þannig að þetta mjög þunn lína þarna milli, þannig að ég held að Klopp hafi verið, hann sýndi þarna bara það annað í þessu. Við erum alltaf að laða af stað, sko, við slumir að róli. Við erum samt að tala hvernig þetta lítur út á þessum tímapunkti, það ekki, Maggi? Ég sagði Maggi að með hvernig Milner að spila þessa undanfarna leiki, ég var búin að tróða þessi góðum sokk upp í mig alltaf og ég vildi tróða hinum upp í Kristján alltaf, en að með hvernig okkur leist ekkert, mér fannst þetta ekkert spennandi fyrir tímabilið og þetta alltaf ekkert sérstaklega spennandi, en svo líka inn í þessu að ég segi með Milner eins og hann að spila núna, þá hef ég ekkert sérstaklega áhyggjur af vinstri bakvarðarstöðunni, þó við séum ennþá náttúrulega ansi fáliðar í bakvarðarstöðunum, en ég held líka steini þess að segja með Milner að hann alltaf partur af hópnum, er að rosa stórum launum og hann þarf að hafa hlutverk í liðinu, hann vill hafa hlutverk í liðinu fyrir þennan leikmann og ég bara nánast ég hafa endað útilokana fyrir hann í hjá honum að setja hann í vinstri bakvörðin og hann getur náttúrulega alveg mikið spila hægri bakvörðin ef þess þarf en ég held að það sé bara stór faktor líka í ástæðinu fyrir hann ekki að kaupa nýjan leikmann að hann ætla bara að nota Milner og hann með ómarga miðjunni til að nota hann þar og hvað þá á kantinum sko. Ég held ekki nokkur einasta spurning að því Milner tilraunir að ganga vel í byrjun, það bara ekki nokkur spurning og hann bara hefur verið að leysa þetta bara rosalega vel og það alltaf eitt vandamál kannski við Milner alltaf það, hann alltaf uppbaka ekki fengið mínu viti sanngjarna gagnrýni, þetta búin að vera sólid leikmaður sem getur lagt mikið á sig og það sem ég finnst alltaf Sammála því alveg bara definitely. Klárlega hjálpaðunum alltaf mikið náttúrulega bara það að þessi leikaferð sem að liðið er að spila náttúrulega klárlega með allir virðingu fyrir Verheyen og okkar vandræðum og það sem við vorum allir stressaðir með var það hvernig þessi liðinu myndi ganga að hápressa og þessi vinnusemi sem að maður kannski var ekki viss og verið nóg sem mútið börnlega sem menn hlupu en sköpuð sér ekki færi en það náttúrulega, þessi hápressa náttúrulega algjörlega að svínvirka og fyrir hálfleikurinn á móti Chelsea voru allur lestarleikurinn hlutur einhvern smá moment þarna að þetta náttúrulega bara frábærlega útfærð hápressa sem náttúrulega hjálpa gríðarlega öllum varnarmönnum. Við horfum á Chelsea-leikin, þeir fengu 1 færi fyrir utan þetta mark sem þeir skora. Leicester fékk nú ekki færi leiknum, jú, ég lík því, meinalega var það þarna einu sinni. Við fórum á Derby-leikin í gær þar sem við setjum varaliðið inn á móti ágætis vinstrættaliði og þeir fengu ekki færi í allan leikinn, sko, nema bara opnið þeirra markmaðurinn tók útlöp. Þannig að þessi hápressa sem að liðið er að sýna þar sem að fyrir 4 fremstu gefa aldrei færi á því að vera að gera neitt, þá þýðir þetta líka það að varnarmennir eru ekki ennþá búin að lenda í einhverjum pressu eða eins og Milner verið að fá þessi einhverja kantmenn sem eru streymandi að tvöfalda á henni eitthvað svoleiðis, þannig að hápressan er að virka ótrúlega. Það má ekki líka það sem mér finnst í því, ef Milner er að halda, mér finnst að vera að halda bara sama stöðuleika og að sýndi í fyrra þegar hann var að spila á kantinum og ef hann er að halda þeim stöðuleika og þeim klassærun í vinstri bakverði þá finnst mér það miklu jákvæðast að gera þar og við séum konum með betri kantmann heldur en að vera að nota hann áfram á kantinum. Aðað það sem var fyrir mig fyrra. Alveg samanlega. Sko sama framistæði Milner og var að sýna í fyrra þá voru konum með frábæran bakverð. Já, sammála því. Hann er búin að leggja upp mörk og hann er búin að stóran þátt í því að sóknarlega er hann að leysa þessa stöðu bara mjög vel. Og það var, maður sá það á Mourinho-kallinu í gær, jafnvel á móti liðs og Derby, þá var hann ekki með fleiri, hann náði ekki að vera með eins og mikið sendingum sem að skipta máli í sóknarleikum sem Milner er búin að gera og hann alltaf Milner en það er drullu segur fótboltamaður sem að ég held að þekkja svolítið sín takmark en kannski fékk hann pínlítið vonda pressu þannig fyrir að standa á þessu. En það er alltaf með þess að við tökum þess að tótt deildarleiki, við tala um Derby-leik eitthvað mikið. Þessi 2 deildarleiki náttúrulega sem var alltaf bara svo gaman við þar. Hvar bygguðu út leikmann sem líka illa, liðsheildin og deildarvinnan í þessu félagi alltaf hjá klúbbnum við þessum 2 leikjum. Það var bara, tala um að tróða sokki, þess að hafa verið að tala um Henderson, hann átti alveg ótrúlega framistöðu á brunni, fyrir þetta mark sem hann skoraði þá vorum við bara ágjörða því, hann var ekki nógu góður defensive midfielder í típartinu
tala það hérna á hann, en hann var að sópa upp og var að stýra umferðinni alveg hægri vinstri, en það held ég sé vegna að bara liðið bara ótrúlega vel samstillt á þessum tímapunkti á mótinu. Og kannski þau bara langt á undan hinnum, maður veit það ekki, kannski þau að minga bilið á milli þeirra, en ég fannst Chelsea bara ekki einn svör, bara engin. Já, bara öll lið sem að mæta okkur núna, maður er ekki vanið að sjá leikmenn andstæðingana sko hrósa mótherrunum sem þeir hafa verið að gera eftir leik, allavega hingað til þeirra bara hlaupið yfir þá. Ég þetta sko nú bara með Henderson hérna næstan á lista hjá okkur sko. Við erum að fá hann aftur núna finnst mér í sama form og hann hefur ekkert verið í þessu formi undanfarið 2 tímabil og hann að sýna í þessum fyrstu leikjum hvað við höfum saknað rosalega mikið þó sko ég veit ekki hvort það séu sammála mér finnst að færa hann þarna niður eina línu við finnst þetta ekkert þetta alltaf öðruvísi leikmaður þetta ekkert ósvipaði þegar Gerrard var færður niður það tímabil 2013-14 að hann manni fannst það til að byrja með vera sóun á hæfileikum en skila þessi heldur betur og ég meina við erum þetta 7. árið sem við höfum ekki haft svona defensive midfielder eins og við þekktum í Mascherano og Hamann þannig að ef að þetta sú þróun sem verður á stöðunni og sú vinnsla sem á miðjunni með hinnum tveimur þá þurfum við ekkert að gráta meira þetta varnartengilegst dæmi sko, það er bara hljóm sko, en ég náttúrulega, við erum ennþá á 5. umferð og Henderson er búin að meittur í 2 ár, þannig að alveg það sem maður stressaður yfir, en þó við endurtökum það í sífellu að við séum bara ennþá í 5. umferð og svoleiðis, þá hljótum við að vera að meta hvernig staðan núna, við hljótum að vera að meta hvernig liðið er búið að spila. So far, við vitum, það veit enginn okkur hvað gerist á næstinu, við getum hrunið í næsta leik og við getum drullað á baki í næstu 10 umferðum, en við hljótum að þurfa að taka stöðuna bara eins og hún akkurat núna og svona lítur hún út. Það eru fullt af leikmönnum þarna sem eru bara virkilega stígu og það ber bara að hælæta það svolítið og fyrir mér lítur þetta út fyrir að menn séu búin að vera að vinna heimavinnum sína alveg bara big time á æfingasvæðinu. Menn að nýta þessa daga sem núna skapast á milli leikja það sem ekki Evrópukeppni. Menn að greinilega nýta þetta því að liðið virðist bara að vera rosalega vel í synki. Menn virðast nákvæmlega vita hvað þeir að gera. Þannig að ég vil blása svolítið á það sko að við eigum eitthvað bara að halda í hestan okkar af því að það bara 5 umferðir búnar. Við hljótum að taka stöðuna sem hún bara núna og svona hún núna. Það var stórslys á móti Burnley, annars þetta búið að vera nánast flawless. En þú líka búin að sjá þetta lið slípast rosalega flott síðan þessi Burnley-leikur var það bara. En ég meina, við skulum ekki gleyma því að við vorum náttúrulega með podcast síðast eftir Burnley og Burnley-leikurinn var náttúrulega lélegur. Það náttúrulega verið bara segist alveg svo og það náttúrulega bara nákvæmlega sem að það var bara slys. Já, ég er vonandi, en það sama útmæling sem núna, þreymur leikjum og þreymur góður sigurum seinna, hún auðvitað það sem við erum að tala ég alveg sammála því. Og við hefum bara velt okkur upp úr því að þessir leikir hafa litið bara rosalega vel út og liðið virðist vera alveg hrikalega flott, í flottu standi núna á þessum tímapunkti og þá glæðist við sko heldur mikið kátir og glaðir í því. Svo líka gaman að við erum að fá núna inn, til dæmis Kahn að koma inn í síðasta leik og þetta var sko lykilmaðurinn og aðalmaðurinn okkar á miðjunni allra mati fyrir tímabil. Nú, fyrsta lagi ég ekki viss hvar hann kemur inn og ég sé ekkert endilega hann komið svo glatt inn nema náttúrulega menn fara að þvetast og svoleiðis, þetta verður alltaf pláss fyrir hann en segi svo að hann væri núna 100% klár að kemja inn, hver af þessum þremur haldið að myndi víkja? Henderson landaði við Naldum. Eins og staðinu núna, þá bara kemur hann ekkert inn. Nei, ég meina... Það er bara þannig. Samkeppnin þannig og þeir eru búin að spila þannig á miðunni. Ég held að sko... Eitt af... So far, með að við hvernig þetta núna, eitt af masterstrókunum hjá Klopp og sem að ég persónulega hafði enga trú á þessi færsla á Lallana niður á miðjun. Það er bara skandallstein ef hann fellur ekki að lyfjaprófi núna rétt bara eitthvað tíma á næstu viku. Ég meina þetta er bara, sko, ég hélt hann væri allt og léttur, lítill og svona til að taka þetta hlutir en sá búinn að blómstra.
Nú er hann alltaf í boltanum og þetta auðvelt að segja þetta núna, en hvar Lallana bestur? Það þegar hann með helvítis boltan í löpunum. Nú hann komin veistla að vera miðjumaður, svona miðjumaður eins og hann með þessi hlaupöll í kringu sig og sóknar. Kringu sig? Hann getur ekki annað að vera með hlaup í kringu sig, þó að maður sé kyrstaður við hliðanum, þá var það kallast að hlaupa, því að hann hleypur svo mikið sjálfur. Þetta Talandi hlaup, sáu þið statistíkina með hlaupin á liðanum? Hvaða leik? Í síðasta leik? Nei, bara á tímabilið, svo fór. Já, hann náttúrulega búinn að hlaupa manna mest bara. Já, og Leopold búið að hlaupa liðal mest. Já, það kemur nú kannski ekki rosalega óvart þetta en. Já, Manchester United liða minnst. Það munar 60 kílómetrum á þessum 5 fyrstu leikjum á Manchester United og Leopold. Þannig að ég ætla aðeins að fá grípa inn í með Lallana. Lallana hefði verið svona leikmaður sem var alltaf að býra eftir einhvern veginn að springa úr. Og ég held aftur segja að hann náttúrulega svo samsetningin og þessi hápressa sem er í gangi á liðinu. Hún held ég að virka alveg svakalega vel fyrir hann. Þess að við erum að vinna boltan svo ofalega á vellinum og þar náttúrulega við höfum það síðan live og Lallana með leikmennu sem að ég hefur fundist, mér finnst hann betri live þetta í sjónvarpinu. Hann alltaf að sækja boltan, hann vill alltaf fá hann og núna erum við bara að vinna boltan ekki eins og kannski að Rodgers á miðjunni í vörninni, nú vinnum við bara boltan þar sem að Lallana bara nálægt honum og hann bara strax komin í hann, þannig að það bara aftur leikmaður sem að vægja með þetta leikinni bara við smetta fyrir. En Maggi, ertu ekki sammála því sem Maggi að með því að hann dettur aftar á miðjuna, þá svona ofuraktífur leikmaður sem meira í boltan og hann einhvern veginn nýtist ennþá meir heldur en. Já, ég sammála því. Og hann líkar ekki, hraðin ekki eins mikilvægur fyrir hann þarna heldur en sko eins og væri fyrra með svona fremstu þrygg. Nei, við vorum í síðasta podcasti líka að tala Wijnaldum, þessi miðja bara einhvern veginn að smella saman. Wijnaldum attacking midfielder og í Newcastle fyrra var hann búinn að skora 10 mörk og búinn að skora 3 mörk eftir 10 leiki, hann ekki ennþá búinn að skora fyrir okkur, en hann bara að lenka alveg ótrúlega flott á milli, þannig að ég held að veri bara, eins og segi, við erum ekki með fleiri leiki í liðinu heldur en í vetur, það er bara einn leikur í viku, þá sé ég þessa miðju bara vera að rúlla inn og ég held mér að kannski eftir að halda leikinu svo í gæri, maður kannski að blanda honum með hvað þess inn í. Mér fannst ég að sjá miklu fleiri touch of Grujic þar, heldur en kannski það kann kemur inn á sem að geti kannski Grujic verið að dekka mjög inn í þessa Lallana stöðu. Þú veist ég sé ekkert marga aðra heldur en Lallana geta gert þetta svona, nema það kannski að Wijnaldum finna sko. En það er bara þessi Henderson spilaði þetta hlutverk 2013-14, hann hefur alveg svona hlaupagetur í það. Ef hann að komast í form hjá það að segja Henderson, þá hann alveg líka kandidat. Við erum miðju bara sem að hlaupa yfir andstæðinginn allavega í þessum fyrstu 5 leikjum og við erum að spila móti Tottenham og Chelsea með Matic og Kanté líka báðaði byrjunarliðinu á heimavelli gegn okkur, sem sýnir kannski hvað Conte var hræddur fyrir þennan leik við Liverpool og við hlupum samt yfir það alveg í kaf sko, náðum ekkert að opna og kannski ekki eins mikið að við vildum sjá, en þetta þarf ekki með hana ef að Henderson ætlar að byrja þessu klína hana bara 25 metrum. Algjörlega, og Henderson alltaf tímabili áður en hann kemur til Liverpool skorar hann 6 mörk í úrvalsdeildinni í 19 ára kvikindi sko, og þetta skotans það hefur sést áður, það bara komið langt síðast. Ég held að það sé bara nákvæmlega eins og þú sagðir einar að ná hana, það sem náttúrulega bara komið ljós bara það að þessi leikmaður sem var að spila í fyrra og fekk alltaf þennan skít yfir sig og var alltaf bara meiddur leikmaður, þess að hann hefur lýst sjálfur að hann var erfitt að vera utan hóps, vera fyrirlið allt það, að maður bara sér það bara strax núna og þá leiðtóð eitthvað svoleiðis að hann sá sem að hlaupa einna mest, hann gerlast mest og mestu lætin í, þannig að við erum bara komið með leikmann sem eins og þú sagðir á, það því bara nýr leikmaður inn í Mexíkó. Svo líka eins og talaðum Wijnaldum að það þessi 2 leikir Leicester og Chelsea sérstaklega sko, þá hefur
hefur miklu meira verið tekið eftir honum, hann náttúrulega að vinna aðeins meiri skítverk heldur en Lallana, spila kannski aðeins aftar og það kannski ekki hlutur sem var búist við honum, en ég minna hann var algjörlega frábær, sérstaklega á þessum leik sem þú varst, Steini, sko. Og hann alltaf var ekki tekin út af í lokin alveg sigrar, ég veit ekki hvað hann hljóp í leiknum. Hann var alveg gríðarlega vinnusamur en eins og mér finnst alltaf ég fyndi þegar verið að velja liða vikunar og svoleiðis svona eftir helgarnar þá kannski verið að velja varnarmenn sem skoruðu mörk og miðjumann sem skoraði mark og bursi frá því hvað þeir gerðu basically í leiknum, þeir hefðu getað kannski jafnvel bara potað einhverju skýta marki en framistæðan hjá Henderson í þessum Chelsea-leik, sko, það var ekkert bara þetta mark, þetta stórfenglega mark. Hún var bara heilt yfir, bara hrikalega flott og bara svo besta sem ég hef séð hjá honum síðan tímabilið fræga þar sem hann átti sitt drauma tímabil. En það er rétt, sko, ég tók reyndar sjálfur minna eftir minni aldum þarna á vellinum. Það var kannski svo sem að ég náði auganu mínu hvað minnst af þessum leikmennum sem voru inn á en síðan fór maður að horfa á þetta aftur eftir og þá var hann að skila alveg ótrúlega vinnu og eins og Maggi var að tala áðan, þetta er sóknar tengiliður sem að svona, já, var aðalsbrautan í sóknarleik Newcastle á síðustu tímabili og PSV. Þeir eru meistarar þarna í Hollandi og Memphis Depay fekk alla athyglinna en flestir í Hollandi voru sammála á því að það var þessi gaur sem var aðalmaðurinn á bak við þetta allt. Það bara bókstaflega valinn maður tímabilsins. Já, en svona út á við þá heyrðu menn bara af Depay sem átti skærin og aukaspyrnurnar. Þannig að þessi gaur, hann kann þetta allt og getur þetta allt og ég held að það sýnir sig bara að þeir eru að púsla ákveðnum púslum inn í þetta lið. Það ekkert verið að kaupa þarna núna lengur leikmenn til uppfyllingar. Jú, ok, gott og vel, ég á ennþá eftir þrátt fyrir markið í gær að samfarast hann Raggafélaga minn, en þarna virðast öll þessi stóru kaup, þetta eru púsl sem menn eru að leggja þarna á ákveðna staði, inn í liðið. Við erum að horfa á Matip hérna, maður sér alveg upp á hár hvað hann á að koma með, við erum að sjá Mane, hvað á hann að koma með í þetta, hvað á Wijnaldum að gera hann inn á. Þetta virðist allt vera einhvern veginn meira hugsa heldur en oft áður. Þetta er sérstaklega ánægilegt við þennan Chelsea-leik var það að Matip gerði þarna 2-3 feila sem að hann var pottþétt að sjá á vídeóinu, ekki bara í markinu. En við unnum leikinn og það er bara alveg jákvæðasta mál. Ef að Chelsea unni leikinn 1-0 þá þau varum að veltast um Matip að hafa farið þarna á raskatið og farið þeirra sendingar þarna eftir það sem hann lendir í vandræðum með. Þannig að ég held að það sé bara nákvæmlega svo Steinar að segja að það er pústinni, það sé líka, það er ekki heppni. Það er líka bara það að við erum núna að spila þetta með að við komum alltaf hefni að það sem við viljum kæft að koma inn í lið sem það þá því að við erum kæft og til í slæðinu. Ég held að það sé líka að gerast í þessu tilviki þarna í þessum frátum sem eins og Wijnaldum og Matip og hann náttúrulega held ég að sé eitthvað sem búið að tekna upp síðan hann kom þarna til liðsins í júlí. Ég meina Matip mikið búin að vera meiddur og svo á sama hátt Matip Wijnaldum kemur sent inn að þá sé alveg og einhvern veginn á hreinu að það að detta inn í liðið þegar það er að koma þetta samansett sé alveg bara ógeðslega flott. Þannig ég aftur bara gegnum allt svona einhvern veginn alla umræðina og allt það sem er í gangi núna. Það er einhvern veginn bara þannig að þetta sem að Klopp er að gera virðist vera áriðin alveg svakaleg trú í leikmannhópnum og það náttúrulega verður líka gaman að upplifa stemminguna úti því að manni heyrist hún vera á allt öðru leveli. Steinir náttúrulega kannski getur sagt okkur það að það var út í London helgina en bara ég tók bara eftir í gæra því að ég var eftir að vera heima og hækka svolítið í græðan. Ávaðinn í traveling kopp í Bergum var það voru frábærir í gæra. Það var að fá mínútu 1 og bara Ódrin Mósson leið að fyrsta markið kom og svo bara
einhvern veginn rúlluðu þeir bara að hlutunum áfram. En það líka í þessum, talandi Matip Maggi að þetta bara, hann áður ekki skili, þetta spila móti Vordi og Costa, það alveg grátlegt að þeir hafa náð mörk. Báðir náðu að skora í þessum leikjumóti því að sérstaklega á Chelsea-leiknum, jú, hann á hlut í því marki og fer auðveldlega niður en frammistaðan öðru leiti var bara það góð þeir eiga bara að fara að halda hreinu í svona leikjum, sko, þetta verður að fara að hætta þessi. Gjöfin frá Lukas var líka alveg svartur blettur á annars frábæran leik og honum kemur inn kaldur ekkert búinn að stilla upp fyrir þann leik, kemur inn fyrir Löfren kvöldið áður og mér fannst hann eiga frábæran leik og svo þetta líka eitthvað sem maður sér ekkert vanalega frá Lukas, ég vildi nú eiginlega ekki vera gagnrýninn of mikið fyrir þessi bara aftur, tölum Lukas hann átti flottan leik aftur í gær, þetta var bara frábært líka þegar við erum að tala að Klopp hafi ekki verið að kaupa leikmenn. Það náttúrulega líka mjög góð ákvörðun að aldrei Lukas leifa. Það bara alveg sammála því þessi hræðilegu mistök sem hann gerir á móti Leicester. Skrifur flottan leik og í gær, þú veist, við erum að tala miðjuna. Lukas sýndi held ég alveg að það, hann alveg maður ennþá í það að spila þetta upp því að náttúrulega þessi stað sem hann spilar í gær sem þessi hendur og staða að sópa upp boltur sem að koma miðjunni. Lukas getur ennþá skila því hlutverki því að aftur leikkerfið býður einhvern veginn upp á það að boltinn ekki við þurfum ekki að vera með svona einhverja Mascherano-típu sem við vorum kannski að kalla eftir í haust vegna þess að pressan svo hátt að það fyrst og fremst góður sópari sem þarf að vera inn á miðjunni gerir boltinn rætt í leik. Það held ég að Lukas leifa sig ekki bara bakkupið á hafsendunum í vetur, hann bara leikmaður sem getur leyst alls konar stöður í þessu leikkerfi. Ég meina einhver svona spjallíkja sem vildi meina það að Tjalli þarna úti sem var að horfa á leikinn vildi meina það að það væri búið að líka setja upp æfingar þannig að Lukas væri hægri bakvörður. Ég meina, segir mér þá, hann geti kannski bara leyst það líka ef að Klein þeirra lendi í vandræði. Mér skilst að Gómez sé bara fastur á treatmentborðinu bara alfarið út í eitt. Sko. Ég nú búinn að venjast Milner, ég ætla að láta það duga í bílinu. En ég líka Lukas sko, þú veist, við erum með 3 núna frábæra á miðjunni og svo Grujic og Kana kom inn, þú veist, Lukas kannski ekki að fara að verða neitt lykil maður, það frábært að eiga svona mann og hann á léttir að fá sletta mínútum eins og hann að spila núna en það bara komið það mikil samkeppni líka lið og mikilvæg hans ekkert rosalegt, það líka náttúrulega hann hefur svo oft meiðst þegar við höfum verið að stóla á hann það bara eins og þú segir, það frábært að halda honum í hópi ef hann hefur áfram jákvæð áhrif á hópinu, ég sem að það verið eins og Klopp sagði, það engin tilviljun að honum var haldið hjá félaginu. Og það samt ótrúlega ennþá hvað það gund á gagnrýninni á kappan, sko. Þetta er alveg ótrúlega. Ég nenni ekki hlusta á hana lengur. Nei, þetta bara svo ótrúlega að vera með svona gaur sem að hann bara fórnar sig fyrir liðið. Það er bara no nonsense. Það er alveg sama hvað hann settur, hann bara skila sín, punktur. Mér veist að Brokkar hann út í Englandi sagði það, þá vorum að ræða þetta í fyrra. Þetta alltaf leikmaður sem alltaf búin að vera lengst af öllum hjá klúbbnum, óumdeildur í félaginu og bara best maður hugljúið. Þannig að ég held að sé bara ágætt bara íta þessari gagnrýni frá sér. Hann bara gaur sem að verður í sögu klúbbsins einn af þessu stórum og hann bara endar þessi síðustu ára til að taka einhvern stóran og flottan titil. Þetta bara hörku leikmaður sem bara flott að eiga í sínu rauðum. Herðu, snúum umræðina aðeins aðra Brasilíumenn. Við erum, ég ætla að Liverpool að skorað ennþá liða mest á þessu ári, við höfum liða mest á þessu tímabili líka. Eitthvað betra tríó fyrir aftan strækjar heldur en Coutinho, Firmino og Mane í deildinni í dag? Ég veit að kannski City og einhver fleiri lið eiga menn í sama klassa en þeir bara tölfræðin eða sína. Ekki svona marga, ekki svona marga á þessu kaliberi, segi ég bara fullum fettum. Sko það De Bruyne er hrikalega flottur leikmaður, alveg bara bestur í deildinni jafnvel, sko. Já, jafnvel bara með þeim allra bestu í deildinni en horfðu bara á hvað menn hafa þetta í skiptana. Það hefur verið að svissa út mönnum á milli leikja og það virðist ekkert hafa áhrif á framlínuna. Þessa fremstu 4 til 6. Já, það svolítið stutt síðan að börnuleikur var hann.
Nei, en samt horfum ég bara, skil hvað þú meinar. það verið að rótera á milli Chelsea, það verið að rótera á milli Leicester. Við erum líka að horfa á, við erum náttúrulega búin að bæta manni við sem vangi við flott, afsakið orðbræðið, en frábær, bæting við liðið, en við erum að horfa yfir miklu lengra tímabil líka heldur bara þessa fyrstu umferð. Þetta liðið búið að vera að skora allt þetta ár. Hvernig fannst þið Firmino á móti Chelsea? Mér finnst hann vera... Hvernig fannst þér á móti Chelsea? Já, hann var bara ekki með, sko. Nei, nákvæmlega, það er punkturinn. Ég er að sakna svolítið síðasta hálftímann, en ég skil hvað meinar, hann er Ég held samt einhvern veginn að tilfinningin er svo að þegar að allir eru heilir, þá verður Firmino og Mane alltaf að spila. Ég held það líka. Ég held að þessir tveir séu leikmenn sem að Klopp er búin að stilla upp sem Coutinho verður fyrir út heldur en þeir. Ég held að Firmino og Mane séu svona menn sem að við fáum að sjá bara alltaf. Vinsluna gæðin bæði, sko, það er líkilættrið. Hann mun fórna Coutinho fyrir heldur en þessum tveimur, sko. Það er ótrúlega stafa, ótrúlega styrking á leiðinni. Ég held að Firmino sé vanmetnasti leikmaður deildarinnar allavega svona utan stuðningsmanna Liverpool. Það er kannski aðeins byrjað að taka eftir núna, en þetta er bara alveg leikmaður þarna sem við eigum. Hann var frábær á móti Leicester til dæmis. Algjörlega frábær í þeim leik. En núna skora á... Þetta er líka alveg frábært að vera að koma með það alveg hárrétt. Ef við gefum okkur það að þessi tveir séu svona einhverju lyklar, þá eigum við Sturridge og Origi til þess að koma inn í þetta. Ég meina Coutinho er alltaf komið góður, hann er ekki eins og það sé einhver slagur leikmaður að detta inn, þó hann sé kannski, hann er ekki stöðugur einhvern veginn og þeir eru hinnir tveir. Það er náttúrulega frábærum staðarna frammi með þessa jaksla, sko. Og við mínum dætt út og við kannski greinum það ekki þannig, sko. Coutinho líka núna verður kannski ekki jafn mikið með þetta lið á herðum sínum eins og hann hefur verið undanfarin ár. Hann hefur verið okkar svona afgerandi besti leikmaðartalinn og Sturridge er alltaf frá, þannig að pressan hefur verið gríðarlega á Coutinho. Sem hefur svo mikið glemað yfir Coutinho, hann alltaf sneri nú heldur betur afstanleiknum við, hann á sendinguna sem að Lovren skorar á móti Chelsea og skorar á leiknum við gerðum, þannig að þetta er alltaf leikmaður, besta gæði klassa, en eins og segir, hann hefur bara búin að, hann hefur einmitt ekki verið kannski nógu stöðugur til þess einmitt að hafa þá hlutverk að bera upp í lið. Það komu leikir með margir í fyrravetur þar sem hann bara gat eiginlega ekki neitt og það vissum við að fljótlega við erum ekki að fara að gera neitt hérna. En við sjáum það líka, strákar, ef við erum með lið sem er að hlaupa svona rosalega, sko, með þessa miðju fyrir aftan og tala svo ekki ef við setjum Firmino og Mane í kringum hann eða þá Sturridge, þá er hann að fara að fá miklu meiri tíma til að gera þessa hluti sem að skapa þetta nafn hjá honum. Ég held að við eigum hann ágætt inni, hann var alveg ósanngjarnt að leyfa honum að vera með í gærfast fyrir á móti Derby, sko, hann var bara stuðið það, sko. Þetta var ósanngjarnt leikur af mínu fyrir því að ég nú Derby og þetta var ósanngjarnt leikur að lenda í Derby í gær. En síðan hérna má ég gleyma einu sem ég ber ennþá talsverðar vonir til og reyndar hafa rauninni verið vonbrigði tímabilsins hjá mér mér finnst einhvern veginn Danny Ings passa einhvern veginn við þetta mót allt hjá honum Klopp og hann hefur einhvern veginn virðist ekki vera hvort sem að það er út af meiðslunum sem hann var í fyrra eða út af hverju það er að hann virðist allavega ekki vera koma sér inn í hann hóp einhverju hluta vegna þannig að þar er eitt púslið í viðbútt sem að ég var allavega að vonast til að yrði meira involvda því að við vitum allir hvernig Danny Ings er. Það sem ég veit kannski að liggja munurinn einhvern veginn þar að þá er það sko ég er búin að horfa á undir 23 liða sem hann alltaf hefur verið að skora og verið að spila. Það er alltaf gríðarlegur munur finnst mér ef maður horfir á Origi, Danny Ings og Sturridge þegar kemur það einu. Og það er náttúrulega bara boltafólk. Hann er fljótur, hann er duglegur, hann er góður klárari, en ég er ekki viss um það að hann geti leyst þessi hlutverk sem við erum að fara að sjá Origi, Sturridge og Firmino klára þarna upp á topp, sko. Og þá er hann kannski á svolítið erfiðum stað í samkeppninni við þá. Ég er ekkert endilega viss um það að þó hann sé duglegur, fljótur, grimmur og ákveðinn og allt það, að þá er hann
töluvert á eftir, hann ekki nærðis góður þessir þeir eru í að halda bolta eða koma sér fram hjá mönnum og það gæti alveg orðið honum erfitt, sko. Og Ég held samt Maggi núna, við eigum sko, hann er alltaf rosalega samkeppni, hann á klárlega svolítið í land með að ná bara leikandi, ég sem að verði töluvert fyrir áramót að spila þess undir 23 ára leiki en hérna, með að við gætum þetta liðir að spila, hvað rosalegt tempo að hérna, við eigum pottið eftir að lenda í einhverjum meiðslum og róteringum og hann held ég eigi alveg sens á að vera nokkuð drjúgur svona heilt yfir tímabil sko, því að hann hefur allt til að vera til að koma sterkur inn í þetta leikjörfi, hvort sem að bara í öllum þessum stöðum hann upp á topp sko. Ég reyndar alveg að sjá Einar í því öllu, ég ekkert frá því að ég lakkar alltaf svolítið til að sjá þegar ég segja Oddjó var mikið notaður í haust og kallið hann alltaf mjög jákvæður út í hans garð og talaði mikið það strák. Ég ekkert Ég segja svo Steini, mér fundist spennandi leikmaður og allt það, en hann kom illa inn í gær og þessi leikir í 23 ára liðunum, það þetta, ég ætla ekki að segja minni fótboltamara, hann hefur minna sýnt, þetta getur það líka verið leikavengin, heldur en kannski maður einhvern veginn man eða hélt, mér finnst hann vantar svolítið upp á það að vera teknískur strækur og sendir, þannig ég held svolítið núna að vantar það rosalega fyrir ofan hann og jafnvel verði, ef þá fara að nota sem kantstrækir, þá sé ég það ekki endilega verið að gera. Sko. Þú manst eftir honum hjá Burnley, hann var rosalega vinsla í honum sem engan veginn að sjást núna í þessum innkom, hann eins og Kahn í gær, það var eins og ykkur orðað að Kahn var að endur skilgreina hérna að vera ryðgæður sko, Ings var ekkert mjög langt frá því. Ég vona að Ings fari í gang því að mér var spenntur fyrir þessum kaupum og fannst það flottur en hann var rosalega langt í land, ég allavega nátt því. Ég held að við getum ekki gert mikla væntingar allavega núna fyrir áramóti og vonandi bara þurfum við þessi ekki með hvað við erum að sjá frá hinnum og Ríki held ég að sé ekkert mjög langt frá því að taka sætið af Sturridge og hann nú verið að gera það af og til sko, þess að hann rótir þeim áfram alveg saman hvað svip Sturridge setur upp sko, Sturridge var til dæmis Þessi svipaði bara Sturridge alltaf alveg orðin galinn, þú veist, hann var að gera úr því þegar hann fór að faðma einhverja leikmenn eftir leikinn, ég meina, ég átta mig ekki á þessu drama-rugli, sko, við ætlum að fá að sletta Íslandi, Tryggvi Guðmundsson, svo ágæti leikmaður, hann skallaði allan völlin alltaf þegar hann var tekinn út af í öllum leikjum, þú veist, ég trúi því ekki að við séum að halda það að Daniel Sturridge sé einhver vondur fótboltamaður eða þú veist að hann sé bara leiðilegasta eplið í skúffunni þegar hann er tekinn út af. Ég held að hann sé bara á góðum stað, hann í þessari róteringu, hann ekki yfir skrokkið að verða meira og mér finnst alveg magna þegar bresku blaðamenn að sjónvarpsmyndavélarnar að taka mynd af honum að hita upp með leik í gangi eða láta svona kamur eltandra kemur út af. Þetta alveg bara grín. Hann hérna skýtt með það, skýtt með hvort hann sé fíluð ekki, það Klopp sé alveg nákvæmlega saman, en hérna það svo frábært eiga á báðáta því að sko Sturridge, ég held að hann væri meiddur eftir klukkutíma leikhalda móti Chelsea og hann fór út á, ég held að hann hafi ekkert eftir þarna fyrstu 2 dagana eftir allavega, ég er ekki viss með hvort hann hafi nokkuð fyrir þennan leik í gær, hvort hann var að hvíla hann, hvort hann hafi verið eitthvað tæpur, allavega var hann fjarverandi á æfingu og reyndar fyrir mínu líka daginn eftir. En hérna, og Ríki sko, ekkert sérstaklega innkomu móti Chelsea, þetta náttúrulega allt öðru þessi tempo í leiknum og upplegg heldur en í byrjun, en hérna, þetta mark í gær allavega var alveg sko, sýnir að þetta ekki fyrsta skipt sem að skora heldur svona klínu, hann alveg að finna netið og ég held að þetta verði bara alveg barátta þeirra milli og hann og Ríki fer að blanda þeirra alveg baráttuna eða við erum að tala að Coutinho og Sturridge sé að bæra þessu seti, ég held að Ríki verði alveg inn í þeirri baráttu líka. Ég sammála ósammála því allavega hvernig þetta horfði mér frá á vellinum með Origi. Hann var sko, hann kom með allt annan hlutin í leikinn á þessum tímapunkti, við vorum í svona undir svona pressu og við vorum aldrei að halda boltanum, við vorum ekkert að trufla þá þarna í öftustu miðlunu en loksins þegar hann kom inn og ég var bara hissa í rauninni hvað þeir fengu að pönkast í honum af því að
Það var ótrúlega mikið sem var leyft að brjóta á honum þegar hann var að taka við bolta hann að frammi. Þannig að mér fannst hann reyndar koma bara inn með vissa ró inn í þennan leik. Já, svo er alltaf líka bara punktur. Ég bara fekk aðeins gagnrýni allavega fyrir þá innkomu, bara allavega á síðunni hjá okkur, sko, en hérna, já, þetta er bara frábær kostur ef hann er að halda til. Maggi, skiptum aðeins yfir á leikinn í gær. Þetta er svolítið styrkleikamerki hjá liðinu að hérna, við Liverpool hefur ekkert verið að vinna þessi fyrstudeildarlið bara eða sko annardeildarlið eitthvað samfærandi undanfarin ár og núna eru við komið með 8 mörk og þau geta gert miklu fleiri og við erum að fá hérna frábæra mínútur fyrir Origi. Lukas var 90 mínútur, Klavan, þó höfum ekki trú á hann og hann þarf að fá mínútur eitthvað staðar og spilaði vel í gær og skoraði og flottur leikur og svo fær loksins Loris Karius leik og kannski tökum þá umræðan sér en hérna hvernig horfir þessi derbyleikur við þig? Ég held að bara svo sem ég var með skýrsluna á hann, ég held að þetta hafi bara verið flott, ég held að bara það að fá aukaleikarinnar til þess að laupa þessu hlaupum og kallum að tala Finnst þér þetta að vera indikator svolítið á það við hvað Liverpool gæti gert á móti þessu minni liðum þó við vitum öll að Burnley-liðinu það er ekki eins og Derby hafi verið eitthvað að sækja móti okkur sko fyrir utan það að Derby og Hull er ekkert þau voru ekkert ósvipuðum staði í fyrra í deildinni þannig séð þau voru sömu deild og Hull hefur ekki bætt miklu við sig sko það er ekkert mjög langt á milli alltaf sko Það sem mér finnst alltaf bara betra við þennan leik heldur en til dæmis Burnley-leikinn var alltaf kannski bara fyrst og fremst það að menn voru áræðnar og ákveðnar á síðasta tíðinum. Ég held að það hefur bara verið, kannski voru menn með ofhátt á sér drínið upp eftir Arsenal-leikinn. En bara eins og í gæra, það bara eftir korter, þá var ekki komið mark. Einhvern veginn fannst manni bara leikurinn að vera komin á þennan stað. Það var verið að vinna, boltan hátt, það var verið að pressa, það var að gera alltaf þessa hluti sem að þurfti að vera að gera og ég er alveg samfærður að hvort sem það er einmitt Ragnar Klavan eða einmitt Grujic. Maður koma vel inn í þetta, Lukas var að sýna fínt, Origi klárlega, eitthvað sem getur verið að byrja alla þessa leiki, Coutinho var flott, þetta var bara klárlega bara áframhald flott moment og bara, ég held að þessi leikir og þessi keppni verði höfð í svonum háfugum við það að koma fleirum inn í þennan, hvað sé að Klopp leikstíl eða hard rock metal eða hvað við vilja kalla þetta sko. Þannig að það leikur allan átt. Helvítis mínus að við fáum Tottenham í næsta leik, það er líklega að þarf að taka það aðeins meira alvarlega heldur en þennan leik út af því að við líka vorum að sjá hérna Echeverría, þetta er fyrsti leikurinn hans í liðinu og minna, ertu búin að sjá báða leikina núna undir 23 ára liðinu undanfærið? Já. Ég er ekkert vissum að aðaliðið okkar myndi fara eitthvað létt með þá sko. Nei, það var mjög flottir. Það var frábærið sko. Og hann þessi strákur er bara svakalegt efni sko. Það er rosalega efni, alveg svakalegt efni. Þannig að það er mjög gaman. Við sáum það náttúrulega líka bara í undirbúningstímabilinu. En þetta var bara fullkomið. Hópum aðeins yfir í markmenn ef við erum aðeins að velta því fyrir okkur. Því að það var alltaf bara umræði sem við verðum beðið til með Karius og mér varst einmitt. Þetta er held ég alveg rosalega flottir leikir fyrir hann að koma. Þegar ég sagði lýsingunni, við sjáum alltaf strax stóran mun á honum. Hann var bara, tók eftir í bara eftir 10 mínútur eitthvað það var, þá kemur svona skotið yfir völlin, þá var hann þartur á milli djepáns og miðjumar sko. Það var bara kominn þangað, það var bara kominn svona, 15-20 metrar utan teginn og hann er svona eins og bráður hjá Manchester City, hann vill vera svíparinn, það var líka flottir hann að lenda í smábombarderingu á þarna missefnar útlöp sem betur verið fallast yfir sem að ef það er í markinu þá hefði kannski verið öðruvísi pressa á honum og þá lendar hann í smá vanda. En ég meina, strákur sem að, eins og ég er alveg sannfærður það að þetta er mesta samkeppni sem við verið í félaginu og hann sýndi alveg að mínu viti þó hann hafi ekki þurft að skutla sig mikið að verja, þá sýndi hann alveg, þú veist, þá sá allir, þetta er öðruvísi típa af markmanni heldur en Mignolet. Ég held að með þessa hápressu sem við erum að spila, að þá er ekkert langt í það að hann fái séns á móti, eins og ég kannski sagt á þessum podcastum, 22 ára strákur sem er á allt öðrum stað, í allt öðrum klúbbi, í allt annarri deild, hann á eftir að gera sín mistök og læra fullt sko. Heldur hann hendi liðinu betur bara heilt yfir heldur en Mignolet? Ef hann gerir sín mistök, ein mistök í leik eða eitthvað, það er kannski ekkert mikil breyting. Nei, nákvæmlega, ég meina, það er visslum að ég alveg mínu viti, þá eins og þjálfræði myndi segja, þessi refningar sér fyrri hálfleik, þannig sem hann
auðvitað munaði litlu og þeir fóru í gegnum það hann í hálfleiknum að ef hann hefur verið sekúndu seinni þá var þetta rautt og aukaspyrna, en þú veist, þannig eru bara svona markmenn. Sending sem fer í gegn í háa varnarlínu, hann kemur út og negli, hann var þá komin einhverja 5-10 metra. Þetta er auðvitað, þetta er markmaður sem fittar við leikstíl hápressunar alveg klárlega, sko. En eins og ég segi, hann er ennþá það ungur að hann á eftir að slípast að gera einhver mistök, þannig að því heldur til verður kannski erfitt að segja til hann, en ég bara held allavega að þetta sem hann kemur með inn í leikinn, þessi svona svíperstilburðir eins og við sjáum að Claudio Bravo líka, það er það sem að Klopp vill. Við erum strax búin að sjá Bravo heldur betur gera mistökin og fá þessi mörk og endi í vandræðum, en getur ekki fengið alveg allt. En ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að Klopp hafi með þessum kaupum verið að sækja sér markmann sem er svíperinn sem er að hreinsa upp háa varnarlínu og það er auðvitað ekki styrkleiki minnileg, það er augljóst. Sko, þú spáir ekki í leik í næsta leik allavega? Nei, ég held ekki. Ég held að minnulegi hefur náttúrulega verið mínu viti leikast að leiki bara vel. Hann hefur verið að fara út í teig og þó menn hefur stundum verið að kritisera hann, þá er hann búin að fara þarna og kýla bolta út sem eru kritískir og verið að verja þessum mútið lestir, þannig að ég hef undist framvist að minnulegi veitur bara verið góð, þannig að ég sé ekki það að þeir ákveða að skipta markmenn 1-10, en ég er alveg á því að í framtíð, það sé ekki í langri framtíð sem við sjáum Karius fara að fá þennan séns og það er það bara kannski svolítið sem að Bravo lendi í mannsleitarbyggjunu sem að hann gefur 1 mark og var heppinn að gefa ekki 1 eða 2 önnur í viðbót, því að svona svípermarkmaður sem er þetta aggressífur og mikið framalega, hann hefur ekki allt með sér. Það er bara Manuel Neuer sem að í dag í heiminum getur verið svona svípermarkmaður og samt. Þetta er ekki allir að tala um þessa tæklingu hjá honum að hann hafi bjargað þessu færi og hann benti þennast bara að komast í gegn. Hver? Þessi tækling sem þú tala um á Karius? Jú, ég er að segja alveg saman, mér fannst hún sýnir það, þú veist, það er akkurat það sem ég meina, þessi tæklingar sem móti Bent er akkurat það sem ég held að Klopp vilji sjá hjá markmanni. Það er akkurat það sem ég er að meina, en þú veist, það myndu alveg lenda í því á móti að það er einhverjir þættir í aðri leiknum sem að hann er kannski ekki að skoða í. Það er ekki sjálfgeð að vera með markmann sem er rosalega svíper, frábær á línunni og ótrúlegur í teiknum, skilur. Spurðu bara stórvinn okkar, Bruce Grobbelaar. Nákvæmlega. En sko mistökin sem að það er svo eftir að gera verði kannski frekar mistök sem Klopp gera. Og þá segi ég aftur bara að Pep Guardiola kaupir Claudio Bravo sem er ekki droslega góður markmaður allan hátt, til dæmis mjög veikur í útlöfnum, búin að sýna það strax, en náttúrulega ótrúlegur í fótum. En sko, nú horfum maður á leikinu sem móti Chelsea. Þetta horfir alltaf svolítið öðruvísi við manni þegar maður er með þessa gauðra fyrir fram að sig, bara nokkra metra fyrir fram að sig. Minjulegi í þeim leik, hann fékk nú ekki mikið að gera og yfirleitt fær hann ekkert mikið að gera í leikjum. En ég sagði nú við sessunet minn og konuna hinum við bara, svona hluti þegar hann er að taka við boltanum og er að snúa hann beint út af hliðalínunni, eru markmenn á þessu kalibri, á þessum stað, á ferlinum, eiga þeir ekki að geta tekið á móti bolt og spindun. Ég bara næði ekki að þú getur verið svona lélugur í að sparka fótbolta, búin að vera að æfa fótbolta frá því þú varst smákrakki og þú ert atvinnumæður í fæ. Ég get ekki skilið þetta. Og þetta var ekki eina tilvikið, það var nokkru sinnum sem var kallað á hann á vörninni og hann var ekki tilbúinn og þeir svona, það var smá skætingur á milli þeirra. Ég bara, eftir að hafa hort á hann live í þessum leik, þessum hálfleik mín megin, þar sem að meira segja lítið var að gerast, að þá fór bara trú mín á þessum dreng bara eiginlega bara endalega bara út fyrir hafsauga. Hver er í markinu móti Hull hjá þér, Steini? Ég bara, eftir þessa frammistöðu, eftir þetta óöryggi sem að ég skynjaði þetta meðan nokkra metra fyrir fram að mig, að þá bara, því miður verði ég að segja bara, ég vil bara ekki sjá hann aftur í liðinu en mann.
Þetta var bara... Já, ég eins ósammála Steina ekki að það hægt að hafa það núna. Já, sko... Karius hlutið þeim boltum upp í stúku í gær, bara út í raskat einhver bát, sko. Þannig að ég ætla bara að vera mjög ósammála Steina minni mínu. Já, sko, annarkvort er... Markmanni núna. Annarkvort eru bara markmenn þá bara gjörsamlega bara ófærir að sterta fótbolta með löpunum og þetta sé bara almennt. Já, ég horfði á Leicester-leikinn á Presque Channel og þá voru þeir að tína þau upp þegar voru að lýsa leiknum þar hvað hann hefði bætt sig rosalega og tóku þar þarna nokkur mómentar sem að vera að taka boltan og lengjar upp á einhverja staði. Þetta er ámynda öðru sem við manni live og við vitum það að hann þegir allan tíman. Það er alltaf klart mál sem hefur verið vitað frá því að hann var keyptur. Það var greinilega mikill pirringur hann á milli þeirra í 2 eða 3 skipti og það var ekki oft sem að boltinn komst okkar megin. Þannig að ég fannst ég skynja það allan að það var ekki mikil trú á milli manna þarna þegar voru markmaðurinn annars vegar og varnarmennirinn hins vegar. Og það hef ég ákveðnar áhyggjur af. Ég verð að segja alveg eins og og alveg sama hvort að hafi ykkur tíma sparkað upp í stúku eða ekki. Ég veit ekki hvort þú veist hvaða dæmi að taka úr þessum Chelsea-leik, en þú á þessu kaliberi, Maggi, ég trúi þig ekki. Ég sé þetta ekki einu svona hérna í annarri deildinni á Íslandi. Svona lélega spyttutækni eins og hann sýndi í þessu og hann hefur bara nokkru sinnum sýnt þegar hann að fá boltan aftarlega á vellinum. Ég heyrt á séðaði núna í sumar, Steini, að markmennirnir í annan deild í Íslandi séu mjög vel þjálfaðir. Herðu, við verðum ekkert... Sérstaklega í Breiðholti, eða ekki? Við þurfum ekki nema bara horfa í landsliðið okkar að horfa mann sem hefur bætt sig gríðarlega í fótunum en náttúrulega ennþá í miklu vanda ef við berum saman aðra markmenn, þannig að við þurfum að fara að horfa á eitthvað ákveðin þátt. Ég held að sé bara þannig að það eru 3 markmenn í heiminum í dag sem eru á því kaliberi að vera góðir í öllu. Karius, markmaður ír og Maggi, segðu mér bara í tótal... Það átt einhvern veginn að horfa inn í þetta, held ég. Maggi, segðu mér í tótal hreinskilni. Finnst þér í alvöru talað markvarðarstaðan hjá Liverpool með Símon Mignolet þar nummer 1, finnst þér hún vera bara í lagi svona með við annað í liðinu? Tótal hreinskilni þá, ég meina, eigum við ekki bara að dæma þess að við töluðum á hann var ekki góð maður sem sagði þetta á hann, við eigum að dæma þetta út frá frammistöðunum eins og það eru núna. Mér fannst það til dæmis frábæra mútið Leicester, og ég segi það alveg svo. Það held ég bara einn besti leikur sem að Mignolet hefur sýnt í svoleiðisleiku, það er ekki mikið að gera en hann fór þar í langt út í teig nokkur sinnum, hann var flottur í fótunum, varði frá vorti, átti virkilega góða frammistöðunar. Þannig að ég ætla að segja að það eru 3 markmenn í heiminum sem mér finnst vera að hágæða sem geta allt. Það eru Buffon, De Gea, Neuer, punktur. Og eftir það eltast við menn sem hafa einhvern veikleika. En svona, hættir þú að tala um þessu stjórnmálamaður, segðu mig bara, finnst þér markmannastaðan hjá Liverpool vera vel mönnuð í dag? Ég sagði við því í sumar að ég myndi vilja að fá inn kínverska fjárfestar sem hefur keypt Neuer 50 milljónir. En ég finnst Símon Mignolet klárlega ef eiga að vera að markmann í þessu liði núna, alveg klárlega. Ég sagði það síðast í sumar, ég hefði viljað kaupa annan mann heldur en Karius, ég hefði viljað kaupa markmann sem er algjörlega búinn að sanna sig. Strákar, ég ætla að þetta er komið gott í markmannsumræðinu. Ég ætla að klára þetta á Hull. Sko, Steini, ég held að fyrir þennan Hull-leik sé búið að vera meira stress heldur en var fyrir Chelsea-leiki til dæmis. Við reyndar erum að fara á Anfield aftur, en ég veit ekki, eftir þennan Burnley-leik þá er búið að bíða svolítið eftir þessu prófi. Þetta er alveg próf og þeir eru ekki alveg jafn lélegir og maður hélt fyrir tímabil. Þeir unnur fyrstu 2 leikina, ansi sterkt hjá þeim, þeir töpuðu ekki fyrir Burnley öfugt og okkur. Þeir voru rosalega óheppnir að tapa móti United, þó að þeir reyndar hafi legið í vörn mest af þann leik og svo var þessi Arsenal-leikur eiginlega bara ónýtur í fyrri hálfleik þegar þeir fengu rautt. Þetta lið er alveg eins og öll önnur í þessari deild, eitthvað sem má alveg vera með smá fiðring, eða hvað heldur þú?
Já, hvað tölum við á hann? Erum við ekki að tala um að þetta lið sé á svona kaliberi við Derby? Já, Ekkert langt því frá, einu munurinn á Hull núna og í fyrra þeir losuðu sig við Steve Bruce, kannski það bara svona... Og Díaz sinn besta mann allavega, fengur þetta eitthvað hann loka deilin, ég man ekki eins og hvað það var. Ja, kannski þeir bara svona fengnir að vera lausir við Bruce, að þeir eru eins og skoppandi kvígur á vori. Ég veit ekki, þetta er náttúrulega sjálfsögðu verður út af smá test. Hulla Anfield, þetta er ekki mikið meiri skildur sigur, sant? Nei, ég meina sko, ef menn alltaf segir eitthvað á þessu tímabili og tala ekki búin með þessa risastóra leiki að þá er það náttúrulega bara eins mikið skildur sigur og það verður, það er ekkert flókið. Bara... Maggi, við skiptum við Burnley og tókum útileikinn fyrst, heldur að við kosta okkur 3 stig? Já, klálega. Það er ekki þess að því lengur. Nei, það kannski gefur okkur orð fyrir næsta leik að hann er heimavalli. Nákvæmlega. Eru þið ekki gamlir fyrir þetta sjónar þarna á Anfield? Já, þetta er svolítið erfitt. Það er bara að fara að sjálf á læm sem maður geta átt að segja þessu. En ég er alveg sammála Steina því við bara þurfum að klára þetta og gerum það. Ég held að það góða við hennar Burnley-leik fyrir þjálfaran er það að það er búið að kýla minn á jörðina með það að ámeta sjálfa sig að það bara átta sig ekki á því hvað það er sem það þarf. Þannig að Bóttik búin að vera að ramma það inn í menn síðan, að það var sérst síðan. Mér finnst, ef maður velti því fyrir sér að þessi 80% með boltanum móti Burnley sem skilaði engu og svo versus það að fara í leik móti Leicester og gera það sem þeir gerðu. Munurinn er bara að segja að menn takja skarið og það er búið að gerast í síðustu leikjum, þannig að við skorum 2-3 mörk í þessum leik og ég hef ekki trú á að það nái að setja okkur. Komdu með það, byrjunarliðið hjá okkur og hvernig fer þetta? Ég held að byrjunarliðið verði tiltölulega klassist, það verður minnuleg Klein, Matip, Lovren, Milner, Henderson, Wijnaldum, Lallana og allir við séum ekki segja Coutinho, Firmino, Mane bara, ég held það. Engi stóri? Það er Sturridge og líka á bekknum. En þú Stein, hvernig fer þetta, Maggi? 3-0. Það er rétt, en Steini? Já, ég held að bakklínan sé nokkuð klár. Ég held... Áður en ég byrja, heldur að markmaðurinn Steini eigi eftir að hlaupa meira í þessum leik heldur en að þú ert búin að gera þessu podcasti? Ég tók sjó ekki í pilum, ég ætla bara að segja þetta. Ég tók sjó ekki í pilum. Já, þetta er alltaf vonlaust. Við erum að taka þetta fyrsta skipt upp með vídeokameru og Steini er held ég búin að ekki stoppa. Hann er að stinga stref, hann er að bæta með til skrifamælunum. Ég held að það sé akkurat málið. Hvernig er byrjunarlið Steini og hvernig fer þetta? Ég held að bakklænni sé nokkuð klárt. Ég er algjörlega ósammála Magga og það er nú ekki fyrsta skipti sem Maggi erum ekki alveg sammála. En ég er algjörlega ósammála það. Ég vil bara fara að gefa Karius sem fyrst sjansinn á það. Ég er sammála með það að ég held að framtíðin sé, og eins og Klopp leggur þetta upp, sé markvörður með fætur, actually, og eitthvað sem getur komið framan á öllu. Þetta eru tiltölulega fá skot sem við fáum okkur í leik og ég held að framtíðin sé þarna, en ég held að hann mun ekki hendurna strax út í þetta. Þannig að ég held að bakklænni verði það sama, ég held að miðjan verði eins. Ég sé bara enga þó, og eins og ég sagði fyrir í þettinum að þó að Emre Can var full hraustur og þá þarf hann bara að vinna sér tilbaka inn í lið. Hann verður bara að sýna fram á æfingasvæðinu og hann var ekkert að stempla sig inn í gær, enda ryðgaður eins og menn vita. Þetta snýst aðalum framlínuna sem er eins og besta, ef ekki svo besta á Englandi, og mann hefur haldið að það ætti að vera fyrst og fremst það sem ætti að vera alveg vitað fyrirfram, en það eru bara það margir góða kostir þar. Mane er alltaf inn í þessu liði og
Ég held að eins og við tölum maður, Firmino alltaf inn í þessu liði. Þannig að þá þrengist aðeins hringurinn. Mér hugnaðist það mjög vel eins og þetta var í síðasta leik þegar Sturridge byrjaði leikinn. Mér finnst hann vera að breyta leiksínum töluvert og farin að spila miklu meira upp á liðið, þannig að ég ætla bara að segja Sturridge kom inn og Spilaði ekki báðir leikina síðast? Jú. Og mér finnst hann bara, hann er að draga til sín, hann er ekki að skora mörk, hann er að draga til sín og hann er að draga, opna fyrir aðra og mér finnst hann bara búin að vera virkilega flottur þótt hann hafi ekki verið að skora. Þannig að ég held að hann eigi eftir að verða með áframhaldi sæti í liðinu. Ég held að þetta verði, ég er sammála, ég vil skipta markmann, það er svo sem ekkert leyndarmál. Ég myndi vona að Karius kemur markið og þetta held ég að sé eina af þessum tveimur stöðum sem er eitthvað spurning með. Ég er þetta sammála einhverju sem held að minnjulegi haldinu og sætinu sínu eitthvað áfram, en ég myndi vilja sjá þessa breytingu bara strax. Svo held ég þetta sé bara spurningum Coutinho eða Sturridge og ef ég myndi halda Coutinho að byrja og Sturridge eigumanninni eins og hinn. Herðu, en annars held ég sem bara dagskráin sér tæmt. Við vinnum Hull 2-0 helgina. Átti ég ekki að spá eða? Jú, ég meina það hefur eiginlega ekkert að segja, sko. Þetta mun aldrei fara þannig, sko. Ok, bara kýmur við það. Það er gott með það. Herru, ég ætla að spá á því að við tökum hérna leik 3-1. Ljómandi gott. Herðu, annars bara minnum við á ferðin okkar. Það er svona allavega næsta vika eða ekki í sölu og svo fer nú hver að vera síðastur ekki hjá okkur. Ég annars bara þakka fyrir í kvöld og við ætlum verðum ekki 1 eða 2 vikur í okkur næst. 6 eða 9 stig, ekki Steini? 9. 9 stig, hjá til.